Komið þið sæl, þetta er Pólitíkin, 50. og 8. þáttur, ég heiti Ingvar Pétur Guðbjörnsson. Sjálfstæðisflokkurinn hefur nú lokið við að halda prófkjör í öllum kjördæmum fyrir komandi alþingiskosningar. Í Suðurkjördæmi fór prófkjörið fram 29. maí síðastliðinn, en þar náði fyrsta sæti Guðrún Hafsteinsdóttir, markaðsstjóri Kjörís, en Guðrún er fyrrverandi formaður Samtaka iðnaðarins og núverandi formaður Lífeyrissjóðs Verslunarmanna, svo fátt eitt sé nefnt. Guðrún kemur nýinn í Pólitíkina í vor og hún er gestur minn að þessu sinni. Vertu velkomin, Guðrún. Takk fyrir það. Svona örstutt í byrjun, af því að eins og ég sagði að þú ert ný í Pólitíkinni þó að margir þekkið auðvitað úr öðrum verkum. Hver er Guðrún Hafsteinsdóttir? Guðrún Hafsteinsdóttir er nú bara venjuleg konu Hveragerði. 3 barna móðir og ég var sambýlismann. Og ég er fædd á Selfossi, uppalinn í Hveragerði og hef nánast starfað alla minn starfsaldur í fjölskyldufyrirtæki okkar Kjörís. Og ég sagði það stundum í kosningabaráttunni eða prófkjörsbaráttunni að ég væri í rauninni að sækja vinnu í fyrsta sinn á ævinni. Og þá lagðist ég ekki á garðinn þar sem hann var lægstur heldur hjá þjóðinni sjálfri. Þannig að þetta er búið að vera mikil lífsreynsla fyrir mig. En líka mjög áhugavert og skemmtilegt og það eru spennandi tíma framöndan. Maður svona veltir fyrir sér Sjálfstæðisflokkurinn, var einhver annar flokkur, af hverju Sjálfstæðisflokkurinn? Sjálfstæðisflokkurinn hefur alltaf talað til mín og ég var 14 ára þegar ég starfaði í fyrsta sinn í prófkjörsbaráttu, það var fyrir Þorstein Pálsson þegar hann gaf fyrst kost á sér í Suðurkjördæmi. Svo hugsun sem er í sjálfstæðistefnunni höfðar einfaldlega til mín. Ég trúi á frelsi einstaklingsins til athafna. Ég trúi á þann kraft sem býr í hverri mannesku og að við eigum að virkja hana til góðs án þess að leggja hindranir eða leggja stein í götu fólks. Pabbi minn var mikill sjálfstæðismaður og var alltaf í flokknum og var í áratugi í sveitarstjórnarmálum í Hveragerði. Þannig að, og systir mín er auðvitað búin að vera mjög mikið í pólitíkinni og starfa mikið fyrir sjálfstæðisflokkin. Þannig að ég held ég geti sagt að við höfum nú verið rík, eða sem sagt alin upp í þessari sjálfstæðishugsun. Eða þeirri hugsun sem að einkenni sjálfstæðisflokkin. Og pabbiði náttúrulega barðist töluvert á móti straumnum og svona hrinti úr vegi hindrunum þegar hann stofnaði Kjörís. Heldur betur og það má segja kannski að við höfum alltaf verið og erum stundum enn í barningi við flókikerfi og regluverk og ég segi nú oft og minni fólk að það að þetta eru allt mannanna verk og mannanna verkum er hægt að breyta. Nú hefur þú ásamt öðrum sem að tóku þátt í prófkjörunni í Suðurkjördæmi ferðast allt kjördæmi, þetta er stórt og mikið kjördæmi, heimsótt fyrirtæki og hitt fólk. Svona kannski fyrst, hverjar eru þínar pólitísku áherslur? Bara hverju brennur þú fyrir í pólitík? Ég hef verið alveg ófeimin við að segja það í bæði minni prófkjörsbaráttu og líka eftir að ég hef auðvitað sterkar rætur í atvinnulífinu á Íslandi og þar auðvitað brenn ég kannski hvað mest fyrir að það eru áherslumál atvinnulífsins. Þegar ég var samtals í 9 ári í stjórn Samtaka iðnaðarins og þar vorum við oft að tala það að atvinnulífinu skorti rödd á þingi og ég ætla bara að vera svo rödd þá. Og ég er alveg ófeimin við að viðurkenna það. Það munu einhverjir gagnrýna það og finnast það slæmt. En ég er bara þannig innréttuð að ég trúi því staðfastlega að við getum ekki átt öflugt velferðarkerfi eins og við viljum eiga ef við eigum ekki öflugt atvinnulíf. Þannig að atvinnulífið er grunnurinn sem við verðum að byggja allt á. Þannig að ég mun tala fyrir því. En svo nefndi ég annað orð sem ég finnst fallegt sem er velferð. Ég mun auðvitað líka berjast fyrir velferð Íslendinga og við verðum að vera minnuð þess að þó svo að ég sé fulltrúi Suðurkjördæmis
að þá er hver einasta manneskja sem er kosin inn á þing Íslendinga, hún er fulltrúi Íslendinga allra. Þannig að það verða auðvitað mín áherslumál, það eru atvinnumál en líka til uppbyggingar velferðar á Íslandi. En er þetta ekki órjúvanlegur hluti af hverju öðru? Algjörlega. En mér hefur fyndist á síðustu árum vera ákveðið rof eða ákveðið skilningsleysi, ákveðina hópa á Íslandi gagnvart atvinnulífinu. Og það er mjög barið á atvinnulífinu að atvinnulífið sé eitthvað vont. Þannig að, og mér finnst bara mjög margir líka búin að missa tenginguna þannig bara hvernig verða verðmætin til. Hvernig getum við haldið uppi öflugu Landspítala, öflugu heilbrigðiskerfi, öflugu skólakerfi, hvernig get ég keyrt héðan úr Reykjavík til Hveragerðis svo eftir. Það er ekkert sjálfsagt að það sé malbyggaður og breiður og góður vegur. Nei, hárrétt. En ef við snúum við aðeins við og svona förum í áherslu fólksins í Suðurkjördæmi, þú ert búin að heyra væntanlega í mikið af fólki. Hvað er að brenna á fólki í Suðurkjördæmi helst? Þetta er náttúrulega stórkostlegt kjördæmi og þú ert nú sullendingur eins og ég og þegar maður fer kjördæmið allt saman, alveg frá Garðskaga og austur í Hvalnesskriður, að við eigum allt í þessu kjördæmi. Og þó svo við séum ekki nema bara út á Reykjanesi, að þá á Reykjanesi Reykjanesi er eins og mín í Ísland. Þar er bara allt sem að við eigum síðan í landinu öllu. Við eigum þetta stórkostlega náttúruperlur, við framleiðum lungan af allir þeirri raforku sem tilverður á Íslandi. Við eigum margvíslegan iðnað hátækni fyrirtæki og svo er Suðurland matarkista Íslands og meira að segja, ég hafði ekki áttað mig fyllilega á því heldur þegar ég fór í prófkjömi hvað er síðan líka framleitt mikið af matvælum út á Suðurnesjum. Þannig að tækifærin eru gríðarleg og það er okkar að grípa þau. Nú, í samtölu mínum við fólk út allt í kjördæminu að þá hélt ég í upphafi allir myndu vilja tala við mig bara atvinnumál. Sérstaklega vegna þess að út á Reykjanesi er yfir milli 20 og 30% atvinnuleysi, gríðarlega erfið staða. En það sem allir vildu ræða við mig, það voru heilbrigðismál. Alveg sama hvar ég kom. Númer 1 voru það heilbrigðismálin, atvinnumálin, samgöngumálin og svo sérstaklega austan Hellisheiðar að þá vildi fólk ræða hálendisþjóðgarð eða. Og þá á móti honum eða? Já. Það er mjög mikil andstæða austan Hellisheiðar við hugmyndir miðhálendisþjóðgarð. Ef við tölum bara heilbrigðismálin, hvaða, talum fólk hafi talað mikið þau og eðlilegt, ég held að það þurfum við að vinna verk þar, en hvaða lausnum er fólk að kalla eftir og hvaða lausnir sér þú á vanda okkar í Suðurkjördæmi á heilbrigðismálum? Fólk er ekki að kalla eftir neinu öðru en að það hafi jafnt aðgengi heilbrigðisþjónustu eins og bara fólk hér á Suðvesturhorninu, hér á stór höfuðborgarsvæðinu. Það er ekki að kalla eftir neinu öðru. Og það er svo merkilegt til þess að vita að til dæmis við lítum á Reykjanesbæ og Suðurnesin sem hluta af höfuðborgarsvæðinu en þar er bara slæmt aðgengi að heilbrigðisþjónustu og það er bara alvarleg staða. Á síðustu 10 árum hefur íbúum þess svæðis fjölgað 12.000 en það hefur varla verið bætt við stöðugildi á heilsugæslunni. Þetta til dæmis myndi ekkert gerast inn einu fyrirtæki ef að veltan eykst og umsviðin aukast að þá þarftu að bæta við fólki eða þú þarft að bregðast við með einhverjum hætti. Fólk er að kalla eftir því allstæðar í kjördæminu, til dæmis bara í Vestmannaeyjum. Þar er til dæmis núna algjör fæðingarsprengja. Vestmannaeyingar hafa verið duglegir við að búa til börn í COVID og ég held að sé von á 60 börnum í Vestmannaeyjum núna sem er gríðarlega mikil fjölgun. Það eru þetta óásættanlegt fyrir þær fjölskyldur sem þar búa að þurfa að fara með einhverja vikna fyrirvara upp á land til þess að bíða eftir fæðingu barns. Og bæði er þetta kostnari för með sér, feðurnir þurfa að taka sér frí
Nú ef þú átt fyrir eldri börn þá þarftu að koma þeim fyrir og ef þau eru til dæmis, ef þetta er á yfir vetrartíma þegar það er skólaskylda. Þannig að þetta er auðvitað gríðarlegt óhagræði og kostnaður. Vestmannaeyingar kalla eftir því að börnin þeirra geti fæðst í Vestmannaeyjum. Nú bara ef við förum austar, til dæmis á Hornafjörð, ég hef nú stundum sagt að Hornafjörður er nú nánast eins og eyja. Þau auðvitað kalla eftir því líka að geta sótt góða heilbrigðisþjónustu. Lausnin felst í, hef ég alltaf sagt, við leysum ekki vanda heilbrigðiskerfisins á Íslandi í dag með því bara að þenja út hið opinbera. Við leysum það eingöngu með samspili, með samvinnu á milli einkareksturs og opinbersreksturs. Og takt eftir ég sagði einkarekstur, ég sagði ekki einkavæðing, sem er allt annar hlutur. Þannig að við verðum, þjóðin er að eldast, eldri kynslóðin, aldurspíramídin okkar, hann er að verða mjög skakkur, það er að verða fleiri og fleiri sem verða á ellilífeyri og færri vinnandi sem munu þurfa að standa undir velferðarkerfinu. Landspítalinn ræður ekki við stöðina eins og hann er í dag. Hvernig ætlum við þá að leysa verkefni morgundagsins næsta árs eða næstu 10 eða 20 ára? Við verðum að horfa víðar á þetta samhengi hlutana og svo verðum við, ég held að til dæmis út á Suðurnesjum að það væri bara rakidæmi að vera þar með einkarekna heilsugæslu við hlið þeirra sem nú er þar. Meira valfrelsi. Miklu meira valfrelsi. Nú, það eru spennandi tímar bara í kringum tækni, kringum fjarlækningar og annað. Núna er verið að flytja til dæmis eldra fólki á Höfn með sjúkraflugi reglulega í augnskoðanir á höfuðborgarsvæðið í staði fyrir að flytja augnlækni með tæki þangað. Hefur það verið reiknað til enda? Hver kostnaðurinn er við hvert sjúkraflug, við hvern eldri borgara sem þarf að fljúga með á hjúkrunarheimilinu í augnskoðun? Það eru svona hlutir sem að fólk kallar eftir að séu listir og við getum gert þetta. Kannski álíka galið eins og að fljúga með fólk út í liðskipti sem hættir að Já, það er nú bara annar rugg sem ég hef sagt að er nú bara vont heimilisbókhald. Það myndi engin sem er að reka heimili sitt með einhverju skynsemi skiluru fljúga til Svíþjóðar og borga 3 milljónir fyrir aðgerð þar þegar að hægt er að gera hana fyrir 13.000 í árumúla. Þetta er náttúrulega bara algjörlega fyrir ofan með skilning. Kannski þarf bara að taka víða svona til að hendinni í heilbrigðismálunum og bara setja ykkur þessu kunu Excel, ég reikna út hvað er best. Nei, við erum nefnilega svo rosalega hrædd við það að stíga út í eitthvað ramma þar sem að einhver læknir eða einhver sem ætlar að bjóða upp á einhverja þjónustu í heilbrigðiskerfinu að viðkomandi gæti mögulega hugsanlega grætt eitthvað á því. En er það ekki lægi að þjónustan er betri? Jú, mega sjúklingarnir ekki græða, skilurðu. Ætlum við að láta fólk vera í kvöl og pínu í 2 eða 3 eða 4 ára biðlistum í staðin fyrir að þau fá að græða á því að rekstraformið sé öðruvísi og þau fái auki lífsgæði. Hver er gróði hvers? Já, þetta hangir saman sko, það þýtur að segja sér sjálft. Já. Aðeins kannski að þú nefndir samgöngumálum líka, nú, það er náttúrulega búið að gera fullt í samgöngumálum í Suðurkjördæmi en greinilega þörf á frekar úrbótum. Hvaða verkefni eru að tala helst um þar? Helst erum við að tala um að klára Reykjanesbraut. Við erum að tala um nýja brú yfir Ölfusá. Nú finnum við mjög við Sunnlendingar að umferðarþungin er að aukast. Ferðalag, núna er landin að taka við sér og til dæmis í síðustu viku þá varstu klukkutíma að fara úr Hveragerði á Selfoss. Bæði á miðvikudeginum og föstudeginum. Og bara í gær var gríðarlegur umferðarþungi þarna á milli. Auðvitað er umferðin hæg vegna þess að það er verið að tvöfalda og það eru framkvæmdir í gangi sem að hægja á umferðarhraðanum. En það breytir því ekki að gamla brúin yfir Ölfusá er flöskuháls og hún tekur bara ekki við þessari umferð. Þannig að það er gríðarlega mikilvægt að það veri farið í það verkefni núna sem fyrst og hratt og vel.
Það er kallað eftir vegabótum undir eða kring eða yfir Reynisfjall og svo brúin yfir Hornafjarðarfljót. En nú er verið að bjóða það verk út og svo auðvitað kalla Vestmannaeyingar eftir samgöngu öryggi, hvort sem að það er til sjós eða í lofti. Og það hefur verið þannig í vetur að það hafa bara verið 2 flug í vetur til Vestmannaeyja og það er auðvitað, við sjáum það öll að það er ekki boðlegt. Þannig hefur það líka verið á Hornafirði og Hornfirðingar kalla líka eftir lagfæringum á flugvöllinu. Þannig að hún er svo breytt þannig að litlar þotur geti lent þar. Það er auðvitað jákvætt fyrir ferðaþjónustuna en það er líka öryggi fyrir okkur öll. Þú myndist aðeins á þjóðgarðinn áðan og nú er náttúrulega ljóst að frumvarpið eins og það kom frá umhverfisráðherra í þingið, það er rauninni búið að vísa því frá þinginu og svona kannski ekki margt sem bendir til þess að það verði fari óbreytt í gegnum þingið við tilraun 2, þannig að það nú líklega eitthvað að breyta því, en er sjálfstæðisfólk í Suðurkjördæmi og sunnan austan Hellisheiðar bara almennt á móti þjóðgörðum eða sérðu fyrir þér að það sé einhver útfærsla á þjóðgörðum þannig að sátt geti skapast svona meðal fólks á svæðinu? Sjálfstæðismenn í Suðurkjördæmi eru hlindir þjóðgörðum. Ég held ég geti tala fyrir mun nánast allar að það er enginn á móti þjóðgörðum. En fólk hefur á móti þessu frumvarpi eins og það er lagt fram og það er allt annar hlutur. Við eigum þjóðgarð, við eigum hlutdeild í Vatnajökulsþjóðgarði sem að ég ætla ekki að segja að það hafi verið kannski mikil ánægja með hann, en svona stóru myndina held ég, hugmyndafræðin ég held að sé sátt sem ríkir það, en það hefur verið gagnrýni verk kannski hvernig hann hefur verið rekinn eða hvernig það rekstra form hefur verið síðustu árin og sporir hræða hvað það varðar. Ég hef verið ófeimin við að segja það. Ég er hlynt þjóðgörðum. Ég er bara ekki hlynt því að við ætlum að taka kannski alltaf 50% af land Íslandi og friða það alla framtíð. Í þessum hugmyndum í frumvarpinu sem nú komið fram að þá er þar allt vatnasvið Íslands nánast. Eru við tilbúin til þess? Við erum núna í orkuskiptum til dæmis. Það er verið að hvetja Íslendinga til þess að fara úr farartækjum með bílum sem ganga fyrir jarðefnaeldsneyti og fara yfir í rafmagn. Það mun, ef að við stígum það skref til fulls, mun kalla á meiri raforkuframleiðslu. Nú bara ef þú horfir á mannfjölda þróun næstu 30-40 árin að þá mun okkur fjölga, það mun kalla á meiri raforkuframleiðslu eða raforkunotkun. Erum við tilbúin til þess að friða núna í dag allt vatnasvæði Íslands og taka þannig möguleika komandi kynslóða til vaxtar frá þeim? Ég er bara ekki tilbúin núna til þess að gera það. Ég er aftur á móti meira en tilbúin til þess að skoða einhverja útfærslu á því að stækka Vatnajökulsþjóðgarðs. Við getum stækkað hann til vesturs og að við förum í kannski þannig vinnu hvaða svæði eru hvað viðkvæmust, hvaða svæði teljum við algjörlega nauðsyn að friða með tilliti, og vernda. En mér fannst bara að vera ákveðin rökvilla í málflutningnum þegar við tölum að við viljum friða landið, en á sama tíma ætlum við að gera það einhvern veginn að mestu túristaparadís Evrópu. Í dag eru 3% ferðamanna sem koma til Íslands að þeir fara inn á hálendi Íslands. Þolir viðkvæma hálendi okkar 10% ferðamanna eða 15 eða 20%, við bara vitum það ekki. Og með þjóðgörðum að það kallar auðvitað á ákveðna framkvæmdir, en það kallar líka á það, við skulum ekki gleyma því
ég til dæmis bara þekki persónlega bara bændur sem eru búin að vera í áratugi, kynslóð eftir kynslóð, að græða upp afréttin okkar og græða upp hálendið. Þeir hafa farið þarna margar ferðir á ári með heybagga eða heyrúlur. Þeir hafa gert við girðingar, lagað brýr, lagað vegi fyrir 0 krónur. Þeir hafa ekki þegið neitt framlag frá ríkinu. Af hverju ósköpunum ætlum við að fara að taka þetta framtak einstaklingana af þeim og setja það síðan að setja í rauninni forræði hildarinnar, að setja það á forræði fárra. Að það verði hér til eitthvað ríkisbatteri sem ætlar að ákveða það hvernig ég og þú eigum að ganga, hvar við eigum að stíga til jarðar. Ég bara hafna þessum hugmyndum. Nú, eins og komst inn á áðan, þekkir þú til atvinnurekstrar og það svona kannski hluti af því sem að dreif þig áfram í þetta, að vera rödd atvinnulífsins á þingi. Hverju kalla atvinnurekendur í Suðurkjördæmi svona helst eftir og hverjir, ef einhverjir, eru helstu þröskuldar eða hindranir fyrir þeirri atvinnuuppbyggingu sem að kjördæmið þarf á að halda og hvar liggja sóknarfæri í Suðurkjördæmi svona til lengri eða skemmri tíma? Ég held að sé alveg sama við hvað atvinnurekanda þú ræðir, að allir segja það sama. Rekstrar umhverfi fyrirtækja á Íslandi bara þungt og eftirlitið alltaf að verða meira og meira. Bara eins og í svona litlu fyrirtæki eins og mín fjölskylda rekur í Hveragerði, að við erum ekkert með svona þykkt stjórnendalag, þannig að þegar að koma einhverja nýjar álögur eins og til dæmis bara núna persónuverndarstefna, við erum ekkert að fara að ráða persónuverndarfulltrúa í fullt starf eða hálft starf eða eitthvað slíkt. Við höfum bara gefn á því. Þannig og það kemur jafnlaunavottun, við þurfum að uppfylla líka, við þurfum að gera áhættumat, við þurfum að uppfylla auðvitað vinnuverndarlöggjöfina, við þurfum að gera brunavarnar áætlanir. Þetta er bara endalaust sem við erum að eyða alveg gríðarlegri orku og tíma peningar í að uppfylla eftirlitsskyldu gagnvart hinu opinbera. Ég segi alltaf að það er ekki stjórnmálamanna að búa til fyrirtæki. Það er ekki stjórnmálamanna að þeysast í heimi í hérað í sín kjördæmi og ætla að vera eins og bjargvættur og ég að koma hér með 400 manna vinnustaf. Það er ekki. Það er stjórnmálamanna að búa til umhverfi sem á að vera hvetjandi og eftirsóknarvert fyrir fólk eins og þig og fólkið þarna úti að láta drauma sína rætast. Fólki sem fær hugmynd að það sé auðvelt fyrir viðkomandi að sjá það hugmynd verða veruleika. Það er fyrst og síðast hlutverk stjórnmálamanna og svo eiga þeir bara að passa sig á að vera ekki fyrir. En fólk kvartar yfir einmitt miklu svona eftirlitsskyldu sem þarf að uppfylla, að umhverfis sé orðið þungt, skattar séu miklir, tryggingagjaldi séu hátt, á mörgum stöðum, bara eins og til dæmis út á Reykjanes og eins út í Vestmannaeyjum og mörgum stöðum hringinn í kringum Ísland, þá vantar einfaldlega bara raforku. Það vantar bara orku til þess að þau fyrirtæki sem að fyrir eru geti vaxið, geti stækkað, geti búið til meiri verðmæti og að ný fyrirtæki geti orðið til. Flutningskerfi raforku á Íslandi, ég ætla ekki að segja að það sé ónýtt, en það er bara orðið gamalt og við verðum að gera á því bragarbót. Og svo hafa Suðurnesjamenn kallað eftir Suðurnesjalínu 2 og til þess að atvinnulíf geti blómstrað þá þurfum við orku. Þetta er nú svona, og svo að því þú nefnir svona framtíðartækifæri, að eins og ég sagði áðan, framtíðartækifæri Suðurkjördæmis eru gríðarlega mikil og framtíðinni björt. Ég aftur á móti persónlega hef talað fyrir því að við erum búin að byggja upp Ísland sem eitt öflugasta velferðarríki heims og við höfum gert það á auðlindum. Við höfum gert það
í gegnum sjávarútvegin okkar, í gegnum orkun okkar og núna síðustu ár í gegnum ferðaþjónustu. Þetta er allt byggt á auðlindum og ef við ætlum að vera sjálfbær sem við viljum vera, að þá eru þessar auðlindir, þær eru takmarkaðar og við verðum að gangum þær að virðingu. Þess vegna hef ég alltaf sagt að við verðum að virkja þá auðlind sem að aldrei þrýtur og það er mannshugurinn, það er hugvitið. Og við eigum núna góða vísi að öflugum hugvitsiðnaði í Suðurkjördæmi. Og ég get nefnt til dæmis eins og fyrirtæki bara eins og Gagnaveri, fyrirtæki eins og Algalíf, afsakið, og við verðum að horfa til þessa. Svo sé ég þetta líka gríðarleg tækifæri bara í matvælaframleiðslu. Við auknu virðiskeiði þar. Já. En svona að lokum, bara hvernig leggst komandi kosningabarátta í því og hvernig er stemmingin í Suðurkjördæmi? Heyrðu, komandi kosningabarátta leggst rosalega vel í mig vegna þess að stemmingin í Suðurkjördæmi er svo góð. Það var alveg ótrúlegt að upplifa að ég veit ekki alveg, ég held að það hafi ekki margir verið í svona langan tíma í prófkjörum eins og þeir sem voru í framboði í Suðurkjördæmi því að við vorum flest eða mjög mörg búin að tilkynna framboði í febrúar og við vorum í 3 mánuði í framboði. En svo fannstu hvernig svona spennan stigmagnaðist á síðustu 2 vikunum og undir lokin og að sjá bara fólkið okkar, fólkið í flokknum, hvernig fleiri og fleiri komum borð, allir vildu vinna, fólk hringdi hvað get ég gert og allavega þar sem að ég kom og hitti fólk, að það voru eiginlega allir bara tilbúin, getum við bara ekki kosið í næstu viku. Því að það var einhvern veginn bara búið að kveikja upp í vélinni og fólk var bara svo sannarlega til í að halda áfram inn í kosningabaráttu til þings. En svo líka bara var fólk tilbúið til þess að, ég veit allavega, mínir stuðningsmenn í Hveragerði, þeir voru bara mjög spenntir og bara, getum við ekki bara farið í sveitarstjórnarkosningar síðan í október. Og fólki fannst nú lítið mál þeir sem voru að hjálpa mér í útryggingum, við hringjum í Hveragerði bara að því að kjördæmið er náttúrulega svo stórt sko. En það er mikill spenningur og prófkjörið fór afskaplega vel fram. Fólk í Suðurkjördæmi setti saman að mínu mati mjög sigurstranglegan lista. Hann er fjölbreyttur. Karlar og konur, ungir sem aldnir, fólk úr ýmsum keimum atvinnulífs og ég held að listin endurspegli mjög bara mannlífsflóruna sem er í kjördæminu og við erum bara afskaplega spennt. Við erum mjög spennt að hefja þessa baráttu sem eru þetta hafin og ég segi nú bara svo sonur minn segir stundum, það er bara full ferð áfram og ekki tigg. Við látum þetta held ég verða lokaorðin, full ferð áfram og ekki tigg í þessum 58. þætti Pólitíkurinnar. Það var gaman að fá þig í þátturinn, Guðrún, og fá að heyra þínar áherslur og þinn bakgrunn og þína sýn á málin. Það er spennandi kosningabaráttu framundan og ég óska þér og ykkur og okkur öllum í Suðurkjördæmi frábærs árangurs og treysti því að við rúlum þessu upp og að listinn undir þinni forystu siglin að minnstakosti 4 mönnum á þingi í haust. Ykkur sem hafið hort og hlustað þakka ég samfylgdina, lifið heil.